Systurnar á Hvítárvöllum. Á Hvítárvöllum í Borgarfirði hefur löngum verið blómlegur búskapur. Þar bjuggu eitt sinn hjón sem hafði farnast vel. Bóndinn var hæglátur og vandvirkur og vel liðinn. Eiginkona var dugleg og þótti stjórnsöm og var stolt af velgengni þeirra hjóna. Hjónin áttu 3 dætur, Helgu, Guðrúnu og Kristínu, og var ára á milli þeirra. Systurnar voru samrýndar en kappsamar og vildu hver skara fram úr annarri. Þegar þessi saga gerðist voru systurnar orðnar gjafvaxta og eftirsóttir kvenkostir. Ekki spilti að foreldrarnir voru vel efnum búnir og dæturnar áttu því von á myndarlegum arfi. Margir vonbiðlar báðu hönd þeirra en var öllum hafnað. Systurnar óttuðust að sú sem fyrst tæki bónorði fengi lakara mannsefni en hinar sem á eftir kæmu. Þannig liðu nokkur ár og höfðu foreldrarnir vaxandi áhyggjur af háttalagi dætra sinna. Svo kom að því að bóndinn á Hvítárvöllum dó langt fyrir aldur fram. Nokkru eftir jarðarförina kallaði móðirinn dæturnar til sín og sagði: Ég hef ákveðið að skipta arfinum upp í 3 hluta á milli ykkar. Það skilyrði fylgir að þið finnið ykkur eiginmenn og giftist í systrabrúðkaupi á páskadag á næsta ári. Ég veit vel að allar viljið þið eignast Hvítárvelli, en ekki er sanngjarnt að sú sem fær besta mannin fái líka bestu jörðina. Því skal sú ykkar sem hlýtur lakastan eiginmann fá Hvítárvelli. Hinar fá Heggsstaði og Grímarstaði sem líka eru góðar jarðir og nálægar, þannig að stutt verður á milli ykkar. Mun ég skera úr hvernig tekist hefur til í makavali og búa síðan hjá þeirri ykkar sem verður eftir hér á Hvítárvöllum. Móðirinn horfði á dætur sínar og þær hver á aðra ráðvilltar og svip. Hún bætti við: Ég vil ekki að ágreiningur og kapp leiði til þess að 3 piparmeyjar búi hér á Hvítárvöllum eftir minn dag. Gott hjónaband skiptir meira máli en hvar heimilið er. Dæturnar tvístigu hikandi en móðirinn endurtók: Eru þið sammála því að góður eiginmaður skipti meira máli en jörðin sem maður býr á? Þær litu hver á aðra og jánkuðu, heldur treglega þó. Bráðlega fóru systurnar 3 að líta í kringum sig eftir mannsefnum. Þar sem margir voru þegar búnir að biðja þeirra af Vesturlandi, var það niðurstaða þeirra að Guðrún leitaði fyrir sér á Norðurlandi, Helga á Austurlandi og Kristín á Suðurlandi. Allar sögðust þær ætla að finna sér vænan og velgefinn mann, en þær höfðu þó annað í huga. Ég skal eignast Hvítárvelli, hugsaði hver þeirra með sér, þó það kosti mig heimskan eiginmann. Leið nú fram að páskum og þá voru allar systurnar búnar að finna sér mannsefni. Þær vildu hvorki sína móður sinni né hverri annarri tilvonandi eiginmenn. Þeir komu að Hvítárvöllum daginn fyrir páskadag og héldu til brúðarskemmu sem útbúin hafði verið fyrir hverja systur fyrir sig. Elsta systirinn, Helga, hafði valið sér mann sem þekktur var í sinni sveit fyrir ríka söngþrá. Gallinn var að hann hafði sérlega ljóta söngrödd og var að auki laglaus með öllu. Helga sagði við mannsefni sitt: Þegar þú kemur inn fyrir kirkjudyr og við göngum inn kirkjugólfið, skaltu syngja sem mest þú mátt og ekki hætta fyrr en ég segi þér. Hann samþykkti það. Mannsefni Guðrúnar sá að hún var eitthvað að vinna í höndunum líkt og hún væri að vefa. Hann var forvitinn og spurði: Hvað ertu að gera, heillin mín? Ég er að búa til hýjalín, sagði hún, sem þú átt að vera í á páskadaginn. Það er svo fínt og þunnt að maður hvorki sér það né finnur til þess. Því skaltu skarta þegar við giftum okkur í kirkjunni. Maðurinn rýndi í efnið sem konan var að vefa en sá ekki neitt.
Guðrún sannfærði hann að enginn, hvorki fyrr né síðar, gæti stært sig af jafn fallegum og fíngerðum fatnaði. Kættist hann þá yfir brúðkaupsfötunum sínum. Þriðja systirinn, Kristín, kom að máli við sinn brúðguma. Á morgun þegar þú vaknar verður þú dauður. Þú heyrir og sérð, en grafkyrr verður þú að liggja og hlýða skaltu öllu því sem ég segi. Ég lét smíða handa þér kistu. Í hana legg ég þig og flyt síðan til kirkju. Þú verður að trúa mér og treysta, því satt er það sem ég segi þér. Hann maldaði í móinn til að byrja með, en hún sótti málið fast, svo hann lét undan og samþykkti ráðagerðina gegn því að gat yrði á kistunni sem hann sæi út um. Gamla torfkirkjan á Hvanneyri var sneisafull. Fólk kom víða að úr sveitinni til að vera við páskamessu. Spurst hafði út væntanlegt brúðkaup Hvítárvalla systra og mörgum lék forvitni á að sjá mannsefnin sem þær kusu sér eftir að hafa hafnað svo mörgum góðum dreng af Vesturlandi. Urðu kirkjugestir afar undrandi þegar þeir sáu líkkistu við altari. Kvisaðist út að í kistunni væri einn hinna tilvonandi brúðguma. Rétt sem þeir voru að velta fyrir sér hvort óska ætti til hamingju eða votta samúð, kom annað mannsefnið æðandi inn í kirkjuna, syngjandi og beljandi eins og hann væri genginn af vitinu, svo að allt fólkið undraðist. Á eftir honum kom sá þriðji, klæddur hýjalíninu góða og yfir sig ánæður með brúðkaupsföt sín. Kirkjugestir vissu ekki hvaðan á sig stóð veðrið. Sumir fylltust hneykslun, en flestir réðu ekki við sig og hlógu dátt að þessum fíblalátum. Presturinn gekk nú til altaris og vildi róa söfnuðinn. Sá hann þá að líkið í kistunni kíkti í gegnum gatið og sagði svo heyrðist kirkjuna. Nú skildi ég hlæja ef ég væri ekki dauður. Móðirinn hafði komið í kirkjuna full tilhlökkunar að hitta væntanlega tengdasyni sína. Sá hún nú að í óefni var komið og misráðið að lofa bestu jörðinni fyrir versta eiginmanni. Sorgmætt leit hún á dætur sínar og sagði: Illa hefur ykkur tekist til við val á eiginmönnum. Svo leit hún á mennina þrjá sem stóðu hnípnir saman öðru megin í kirkjunni og aftur á dæturnar og sagði: Kapp er best með forsjá. Vart má á milli sjá hverjir hafa hegðað sér heimskulegar, þið systur eða mannsefnin. Að svo mæltu stundi hún hátt og greip bríkina á kirkjubekknum. Fæturnir gáfu sig og hún hneig niður á bekkinn. Hún hélt áfram að síga saman þar til hún lá í hnipri á kirkjubekknum. Augu allra hvíldu á henni og vandræðileg þögn ríkti í kirkjunni. Kippir fóru líkama hennar og niðurbælt hljóð heyrðust. Kirkjugestir litu á dæturnar þrjár sem litu hver á aðra og svo á mannsefnin. Enginn þorði að hreyfa legg né lið. Rykkirnir sem komu frá Hvítárvallarmadömmunni færðust í aukana uns hún reis upp aftur og kom þó í ljós að tárin runnu niður andlit hennar af hlátri. Fólkið í kirkjunni tók smám saman undir hláturinn, allir nema dæturnar þrjár sem störðu niðurlútar í gaupnir sér. Móðirinn horfði á þær í gegnum tárin og gat ekki hætt, öskraði af hlátri og tók andköf. Eftir nokkra stund greip hún brjóst sér, andlitið varð rautt og þrútið og hún afmyndaðist öll. Heimskingjarnir þrír slógu sér á lær og hlógu manna hæst og mest þó þegar tengdamóðirinn tilvonandi hné niður dauð á kirkjugólfið. Oft er skammt milli lífs og dauða.